Þá erum við komin í 9. lið, umhverfis- og loftslagsstefna Akureyrarbæjar. Rætt nýsamþykkta umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar og umgengni á lóðum í bæjarlandinu og ósk bæjarfulltrúa Framsóknarflokks Sunnu Hlínar Jóhannesdóttur. Þannig að Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ný og metnaðarfull umhverfis- og loftslagsstefna Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 12. maí síðastliðinn og síðasta bæjarstjórnarfundi fyrir kosningar. En það ekkert kveðið á umgengni og þrifnað utanhús nema örstutt málsgrein sem segir, með leyfi forseta, til að bæta nær umhverfi íbúa mikilvægt að reglulega fari fram hreinsunarátak í bænum. Ástandið í bænum þess eðlis að tala reglulegt hreinsunarátak ófullnægjandi. Það ástæða þess að ég óskaði eftir því að taka þetta mál upp hér í dag. Við þurfum að breyta umgengnin til framtíðar og koma upp verkferlum til þess. Ég lagði til á vinnufundi bæjarstjórnar og umhverfis- og mannvirkjasviðs stefnuna að bættir við 6. kaflanum tæki á umgengni og þrifnaði utanhús, en því miður fékk það ekki hljómgrunn. En þar sem þetta var óformlegur vinnufundur, þá á ég þetta því miður ekki til í bókun. Það ætti að vera markmið okkar að gámar með útrunninn stöðuleyfi, númeralausi bílar út allan bæ, atvinnutækjum lagt á almenningssvæðum og iðnaðar og atvinnulóðir fullar af drasli og dóti sem ætti frekar heima innandyra eða í förgun heyri sögunni til. Í 4. grein lögum nr. 7 frá 1998 hollustuhætti og mengunarvarnir sem heilbrigðiseftirlitið starfar eftir segir að fara eftir samþykktum sem ráðherra setur umgengni og þrifnað utanhús. Og ég bendi á þetta lög. Sú samþykkt eða reglugerð sem heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra starfar eftir nokkuð skýr. Í 7. grein segir, með leyfi forseta, heilbrigðisnefnd heimilt að fjarlæga skráningarskyld ökutæki án skráningamerkja, tæki, kerrur, vinnuvélar, báta og aðra lausamenni og drasl á kostnað og ábyrgð eiganda. Ég tel mikilvægt að við leggjum áherslu á að heilbrigðiseftirlitið starfi eftir þessari reglugerð og þá verður við sem sveitarfélag að leggja áherslu á þessa þætti í umhverfis- og loftslagsstefnu okkar. Ef ekki þar, þá hvar? Sem dæmi segir í stefnunni að það línulega hagkerfi sem við höfum búið við í marga áratugi byggist á munstrinu framleiðsla, notkun, förgun. Það alls ekki við það rusl sem finnst bæinn með tilheyrandi mengunarhættu og ætti því einmitt heima í viðeigandi förgun úrgangs. Einnig segir í stefnunni, með leyfi forseta, loftslagshluti stefnunnar inniheldur einnig í meginatriðum þá þætti sem falla undir beinar skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamkomulaginu. Það innlenda olíunotkun, meðhöndlun úrgangs og landbúnað. Með því að taka ekki á umgengni og rusli í bænum erum við þá ekki fara á svig við þetta samkomulag meðhöndlun úrgangs. Umhverfis- og mannvirkjaráð tók fyrir fundargerð heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra þann 11. febrúar síðastliðinn og mæli ég sérstaklega með að bæjarfulltrúar kynni sér umræðu undir önnur mál í umræddri fundargerð. Þá bókaði ráðið, með leyfi forseta, óskar ráðið eftir því að upplýsingar sé aflað heimildir á ábyrgðarskiptingu milli umhverfis- og mannvirkjasviðs, þjónustu- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlitsins. En hefur ekkert sést að þeirri vinnu og spurning hvort eitthvað gerist fyrir verkefni rati í starfsáætlanir viðeigandi ráða. Langar einnig að benda á að við þessa vinnu hægt að virkja 8. grein í samstarfssamningi sveitarfélaga hollustuhætti og mengunarvarnir, þar sem segir að sveitarstjórn geti óskað eftir fundi með heilbrigðisnefnd til að ræða rekstur og starfsemi heilbrigðiseftirlitsins. Það geti einmitt verið gott tækifæri til að taka umræðu þessi mál í heild sinni með fulltrúum úr öðrum sveitarfélögum, því við erum ekkert ein í þessum vanda. Til að draga þetta saman, þá það tvennt sem ég legg til í tillögu að bókun undir þessu máli. Umhverfis- og mannvirkjasviði falið að bæta 7. kaflanum umgengni og þrifnað utanhús við umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar og leggja hana svo að nýju fyrir bæjarstjórn. Í framhaldi af þeirri vinnu verið tekið á vandanum við gerð aðgerðaáætlunar stefnunnar.
Í öðru lagi, bókun frá umhverfis- og mannvirkjaráði frá 11. febrúar þar sem ráðið óskar eftir því að upplýsingar sé aflað heimildir og ábyrgðarskiptingu milli umhverfis- og mannvirkjasviðs, þjónustu- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlitsins verið tekið fyrir í nýju umhverfis- og mannvirkjaráði og nýju skipulagsráði og vinnan kláruð í framhaldinu eða sett í forgang í nýrri starfsáætlun. Þetta tvennt helst í hendur. Fyrst þurfa að setja okkur markmið umhverfis- og loftslagsstefnunni og til að geta framfylgt aðgerðaáætlun í framhaldinu þarf að kortleggja hvar ábyrgðin liggur og hvað aðgerðum við getum beitt, sem felst á í seinni bókuninni. Það mun að sjálfsögðu kosta eitthvað að vinda ofan af ástandinu. Það þarf að breyta menningunni í eitt skipti fyrir öll svo að þurfi ekki að setja mikla fjármuni í reglulegt hreinsunarátak í framtíðinni. Snemmtæk íhlutun á við í þessu sem á öðru. Gætum við til dæmis sett einhverja kvaðir á úthlutun lóða? Bara sem dæmi aðgerð í snemmtækri íhlutun. Sýnum metnað til að hreinsa bæinn okkar og til þess þarf að fara í ítarlega vinnu og leita fjölbreytnar lausna. Þannig ég legg hérna fyrir þessa bókun í 2 liðum. Takk fyrir mig. Þakkum Sunnu Hlín Jónsdóttir, bæjarfulltrúa fyrir. Orðið laust. Þá tekur til máls Gunnar Líndal Sigurðsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, eins og kom inn á áðan hérna í svarinu þá lýsti ég bara ánægju minni yfir þessari umhverfis- og loftslagsstefnu sem innleidd. Varðandi umgengni og þrifnað í bæjarlandinu þá tek ég undir með bæjarfulltrúa Sunnu að við eigum að hafa metnað til þess að gera betur og verða eitt snyrtilegasta bæjarfélag á landinu að mínum mati. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu í umræðum varðandi málefnasamninginn þá tel ég að það þurfi fjölþætt og samstillt átak til að ná þessum árangri til lengri tíma. Ég er þess fullviss að flesti bæjarbúar vilja hafa snyrtilegt í kringum sig og vilja að ásýnd bæjari sé með besta móti. Það sem hlutverk okkar sem ferðamannastaður hefur kristallast á síðustu árum er ekki síður mikilvægt að við tökum á móti gestum í okkar besta búningi. Eftir að hafa kynnt mér samþykkt umgengni og þrifnað utan hús á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra þá finnst mér bara nokkuð góð og að sögn framkvæmdastjóra HNE var þetta tímamóta samþykkt á sínu tíma og meðal annars tekin upp í öðrum sveitarfélögum. En eins og bæjarfulltrúi Sunna kemur inn á þá er án efa hægt að gera betur. Við má horfa á þetta sem tækifæri, rýna verkferla og stoðkerfi sveitarfélagsins í þessum málaflokki, leita leiða til að vinna þessu einfaldan og skilvirkan hátt. Ég tel mikilvægt að liði þeirri vinnu að fara í samfélagslegt átak með hvatningu og viðurkenningum að leiðarljósi. Lyfta þessum málaflokki upp og fá þannig bæjarbúa fyrirtæki í lið með okkur sem er nauðsynlegt til að ná góðum árangri. Í þeim tilvikum sem það dugar ekki til að ná fram árangri verður að tryggja að verkferlar séu skýrir og eftirfylgni fullnægjandi. Takk fyrir. Þakkum Gunnar Líndal Sigurðssoni fyrir. Það komið beiðni að gera sameiginlega bókun. Hann ætla að gera hlé og fundi í 5 mínútur. Byrjum aftur 17:45. Þá er það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Við höfum eftir hlé og góðar umræður þetta mál ákveðið að leggja fram tillögu á sameiginlegri bókun sem hljómar þá svona. Bæjarstjórn felur umhverfis- og mannvirkjasviði að bæta við kafla áherslum umgengni og þrifnað utanhús í umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar og leggja hana nýju fyrir bæjarstjórn. Í framhaldi verður verkefninu komið fyrir í aðgerðaáætlun stefnunar. Bæjarstjórn áritar bókun frá umhverfis- og mannvirkjaráði frá 11. febrúar síðastliðnum þar sem ráðið óskaði eftir því að upplýsingar væri aflað heimildir og ábyrgðarskiptingu milli umhverfis- og mannvirkjasviðs, þjónustu- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlitsins og felur nýju umhverfis- og mannvirkjaráði sem og nýju skipulagsráði að fylgja málinu eftir. Takk fyrir. Er þá tillaga sameiginlegri bókun samþykkt.
Rétt upp hönd. Samþykkt með 11 atkvæðum. Orðið er laust. Hilda Jenna Gísladóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara nýta tækifæri og koma einnig upp og hrósa bæjarfulltrúa Sunnu fyrir að leggja þessa vinnu í þetta verkefni sem að ég veit til þess að hefur verið mikill vilji til þess að framkvæma lengi, en það þarf kannski meiri sparki í rassinn til okkar allra, bæði bæjarfulltrúa og starfsfólk til þess að verði að veruleika. Og þetta er ekki svona dæmi um eitthvað sem við getum bara sagst alltaf að gera, þetta er heilmikið mál og þá þarf að setja það í gott samhengi og í samstarfi bæjarfulltrúa, nefndarfólks, starfsfólks, heilbrigðiseftirlitsins og svo framvegis ef að það á að gerast eitthvað í alvörunni. Þannig hvet okkur bara öll svolítið til dáða. Við heyrum það líklega öll að bæjarbúar eiga það til að kvarta yfir því að það sé of mikið rusl á vissum stöðum sem að flæði jafnvel yfir lóðamörk. En þetta gerist ekki bara með einni bókun, þetta gerist með samstiltu átaki. Og eins og ég segi, ég vil bara hrósa bæjarfulltrúa Sunnu sem var líka ötul á síðasta kjörtímabili að minna okkur á og senda okkur myndir og ég held að þetta gæti bæði aukið ánægju íbúa, vellíðan, lífsgæði og aðdráttarafl að tekið yrði fast á málinu. Þökkum Hildi Jenna Gísladóttir fyrir bæjarfulltrúa. Orðið er laust. Tökum til máls Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúi. Hversu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í raun líkt og bæjarfulltrúi Hilda Jenna þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín kærlega fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Þetta er mjög þörf umræða og yfirferðin hennar var greinargóð. Myndirnar sem hún sendi með til okkar voru lýsandi og sögðu meira heldur en mörg orð. Í mínum huga er bara engin spurning að þetta er eitthvað sem við verðum að bregðast við og ég held að við hljótum að gera meira heldur en að skrifa eingöngu þessa bókun og taka undir hana. Við verðum að bregðast við þessu, við verðum að leita leiða til að skýra hlutverk þeirra sem að málinu koma og það umboð sem þeir hafa til að bregðast við því og saminumst nú bara að gera bæinn okkar snyrtilegan og okkur til sóma. Takk. Þökkum Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúa fyrir. Orðið er laust. Nei. Þá ætla að lesa eftir þetta fundargerð að vera lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 9. júní 2022, bæjarráð 16. júní 2022, skipulagsráð 15. júní 2022 og hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu Akureyrarbæjar. Annars þakka ykkur kærlega fyrir góðan fund og fundi er slitið.